og já, allir flokkar áskilja sér rétt til bókunar. Við tökum fyrir annað mál á dagskrá. Þá lagt til að tillögu Sjálfstæðisflokksins rekstrarhagræðingu og lækkun útsvars verði vísað til borgarráðs. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Og þá vill forseti biðja borgarfulltrúa að koma hingað upp og lesa upp bókanir. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Forseti og góðir borgarfulltrúar, bókun okkar svohljóðandi. Ársreikningur ársins 2014 sýnir 2,8 milljarða króna tap A-hluta Reykjavíkurborgar sem öll megin starfsemi Reykjavíkurborgar. Í skýrslu fjármálaskrifstofu borgarna segir þennan taprekstur að mikilvægt sé að bregðast við. Undir það taka borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins með tillögu sinni að farið verði í rekstrarhagræðingu og í framhaldi af árangri í því verði farið í lækkun útsvars í áföngum. Í skýrslu fjármálaskrifstofu segir einnig veltufé frá rekstri sem einungis 5%, að lágmarki vegna skuldastöðu A-hluta borgarinnar sé 9%. Þetta eru þung viðvörunarorð til Pírata, VG, Samfylkingar og Bjartar framtíðar sem skipa meirihlutann. Þegar rekstur A-hluta skoðaður frá árinu 2002 má sjá að í tíð vinstri meirihluta 2002 til 2006 taprekstur öll árin. Árin 2007 til 2010 Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta og þá í jákvæð afkoma öll árin. Vinstri meirihluti tekur svo við vorið 2010 og eftir það aftur taprekstur á A-hluta að frátöldu árinu 2013 sem verður að segjast að sé undantekningin sem sannar þá reglu að í tíð vinstri meirihluta við stjórn Reykjavíkurborgar taprekstur á A-hluta. Samt útsvar Reykjavíkurborgar í hámarki, öfugt við nágrannasveitarfélögin sem flest hafa dregið úr álögum á íbúa sína. Þessi bókun hefur verið send ritara. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við það að gera grein fyrir bókun undir ársreikning Reykjavíkurborgar 2014. Má bjóða borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur að koma hingað upp og gera grein fyrir bókun sinni. Frú forseti, borgarstjóri, ágætu borgarfulltrúar, bókun Framsóknar og flugvallavinna hljóðar svo. Framsóknar og flugvallavinna telja að tafarlaust þurfi að fara í rekstrarhagræðingu og gerð krafa að afrakstur þeirra vinnu verði sýnilegur strax á rekstrarárinu 2015. Ég verð afsakið. Framsóknar og flugvallavinna telja að tafarlaust þurfi að fara í rekstrarhagræðingu og gerð krafa að afrakstur þeirra vinnu verði sýnilegur strax á rekstrarárinu 2015. Þegar rekstrarniðurstaða aðalsjóðs neikvæð rúmlega 7 milljarða þrátt fyrir hámarksútsvar og að skatttekjur hafa aukist, þá verður að bregðast við án tafar. Ekki hægt að auka álögur á borgarbúa, nóg það nú samt. Það þarf að hagræða í rekstri og gerum við þá lágmarkskröfu að aðalsjóður standi undir sér. Hagræðingin mun þurfa að fela í sér óvinsælar niðurskurðar ákvarðanir, meðal annars sameiningar, fækkun starfsfólks, endursamninga við birgja og leigusala og leggja niður að minnsta kosti tímabundið ákveðin verkefni og stofnanir. Þjónustuveiting Reykjavíkurborgar ekki ótakmörkuð og ekki rétt að gefa skilaboð slíkt. Það verður að gera það kröfu til meirihlutans að forgangsraða fjármunum til vel skilgreindrar og afmarkaðrar grunnþjónustu. Borgin sem nú eyðir efni fram safnar skuldum og sinnir ekki viðhaldi verður að bregðast við slæmri stöðu tafarlaust. Við fjárlagagerð mikilvægt að borgarstjórn samþykki ekki tillögur sem byggjast aðeins á hugmyndum en ekki þegar samþykktu lögum frá Alþingi. Í skýrslu fjármálaskrifstofu í ábendingum á blaðsíðu 50 tekið fram að forsendur fjármögnunar á 500 félagslegum leiguíbúðum gerði ráð fyrir stofnfjárframlögum frá ríkinu en engar ákvarðanir hafa verið kynntar frá velferðarráðuneytinu og því óvissa fyrirkomulag og áform þar að lútandi. Þessi ábending í samræmi við málflutning og bókun Framsóknar og flugvallavinnu málið á borgarstjórnarfundi 2. desember 2014 og ótækt væri að borgarstjórn myndi samþykkja tillögur byggðar á hugmyndum sem ekki hefur verið lagðar fram eða samþykktar á Alþingi. Þetta hefur verið sagt til ritara. Takk fyrir. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að gera grein fyrir bókun sinni. Má bjóða borgarfulltrúa meirihlutans Halldór Auðar Svanssyni að koma hingað upp og gera grein fyrir bókun þeirra og senda á skrifstofustjóra.
Forseti borgarstjórn. Bókun meirihlutans hljóðar svo. Eins og fram hefur komið er rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar jákvæð 11.106 milljónir króna, 2.986 milljónum króna betri en gert var ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða A-hluta var þó neikvæð 2,8 milljarða og mikilvægt að bregðast við þeirri niðurstöðu. Ástæður hallans eru meðal annars að finna í ytra umhverfi. Launakostnaður jókst tæpan milljarð á árinu, gjaldfærsla vegna lífeyrisskuldbindinga fór rúmlega milljarð fram úr áætlun og tekjur af sölu á byggingarétti voru rúmum milljarði lægri en áætlað var. Niðurgreiðsla skulda samstæðunnar gengur samkvæmt áætlun. Skuldir Orkuveitunnar eru miklar en niðurgreiðsla gengur hratt. Eiginfjárhlutfall samstæðunnar styrkist að milli ára. Ársreikningur endurspeglar sterkar rekstur borgarinnar, skuldir lækka, tekjur aukast og þjónustustig er hátt. Þó verður ávallt að gæta aðhalds í rekstri. Þá hefur Halldór Auðar Svansson lokið við það að gera grein fyrir bókun meirihlutans. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slitið 18:44. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.